En það var gott að vera í Brú, gott fólk. Það var gaman að koma þarna, góður matur og Brú var þannig útbúið að það var með sér rafmagn, ekki háð ríkisrafmagni og þegar maður kom til dæmis þarna í Hrútafjörðinn, allt var rafmagnslaust eftir vitlaust veður fyrir norðan, það var alltaf ljós í Brú. Það var gott fólk, gott að vera og gaman að koma þar. Þetta voru náttúrulega hressir og frískir símamenn og komu úr útivinnu, komu þarna inn í hús og þarna voru náttúrulega mikið af konum að vinna og skiptiborði og radíónu og það var oft glatt á hjalla og mikið gaman og gott að gista í Brú. Og ég man ekki hvað, við vorum 2 og 2 á vakt. Já, manstu hverju það voru? Það var ég og Nóa. Og tek með mér bestu vinkonu mína af Gagnfræðaskólanum og hana Unni Jóhannsdóttir, tek hana með mér. Og hún var til skamms tíma þá í Hrútafirðinum. Ég hafði aldrei komið þarna norður eða verið þarna og síma vissi ég ekki baun. Náttúrulega og það var ekkert nema það að ég þekkti hana nú og við vorum vinkonur og pabbi hennar réð mig þarna. Svo var Haraldur Jónsson, sem síðar var að blanda á sig, hann var á skrifstofunni og pabbi náttúrulega. Ég held að hann ekki verið svo, Otto það var nú fínt bóna hjá hann Otto. Alveg svo sem maður rann á rassinum í kvöldinu. Nei, það fínt. En það voru þarna konur sem náttúrulega náði kallana sína þarna. Já, var það ekki? Það eins og mín, hún var nú kom frá Hnífsdal. Hver? Kona mín. Já. Hún var Hnífsdal. Sigurður Gyða náði Eiríka Borgarstöðum, eða hann í hana. Svo var Unnur. Jó. Hún var í Brú. Hún var í Brú? Já. Já. Otto var þarna svona allt múlmann. Já. Var þarna og þreif. Þetta stóra hús og það var bónvél og bónað og gert ægilega fínt og hérna. Íbúðin hans pappa, hún var fín þarna í suðurendanum, niðri. Og all herbyggin eftir, það var bara flutt inn þarna. Sikkurum enda voru litlar íbúðir sem að Ebba og Halli voru í annarri og Góa og hann. Heyrðu já, Góa var á símanum líka. Kona sem hann, eða Jóns Kvaran. Og sem sagt þetta fólk var mjög samheldið. Það eru hjónin, það eru Lára og Steingrímur og Ebba og Halli og Orn og Góa og svo þar hérna, byrjum við að ég og Nóa og fólkið var afskaplega samhent og komu sér allir, það var bara alltaf glatt og kátt. Allir, þetta var eins og eitt stórt heimili. Og símamenn alltaf, það var alveg hreint fullt af símamönnum sem komu þarna. Já, ég gleymi líka ritsímanum, hann var nú stór þáttur þarna og það var alltaf 2 á vakt á ritsímanum. Af rútubílstjórunum. Já, og bílstjórunum bara yfir höfuð sem að koma. Það var Gæi Þormar. Já, og fleiri? Og Geiri Belgur og ég bara man eftir mörgum svona, ég sé þá en man ekki nöfnin á þeim. Það var alveg frábært félagslíf og þetta var eins og stór fjölskylda og svo vorum við nú alltaf að reyna eitthvað að gera okkur til skemmtunar og þá eins og það með leikrit og svo voru þorrablót og það voru hérna áramótabrennur og fólk, það komu fólk, já kannski helst svona strákar af okkar aldri stelpnanna og fleiri jafnvel og þetta var mjög gaman, ég vissi að höfðu allir mjög gaman að þessu. Já, það var nú aldeilis ýmislegt við það var verið að við vorum settum upp leikrit og meðal annars í gegnum leikfélagið Dagsbrún þá var Lára mjög athafnasöm í því leikfélagi og
mitt samband við Hrútafjörð það að hún og leikfélagið ræður mig til að setja upp gamanleik í Hrútafirði og hann átti að sýna í Reykjaskóla. En þar var svona leikfimisalur held ég og í enda hans var svið og þar sýndi Dagsbrún, þetta leikfélag, gjarnan leiksýningar sínar. Og eins og ég segi þetta með leikrit að setja það upp, að gera svona, já, það bara æðislega gaman. Og svo voru strákarnir þarna, sínir, það Brúar tríóið, Helgi og Þórir og Gunni Kvaran og þetta var alveg frábært. Það var mikil umferð þarna sem mér virtist vera einhver umferð sveitarinnar og jafnvel sýslunar og meir en Húnavatnssýslunnar heldur svona jafnvel Strandarsýslunnar. Þannig komu menn í einhverjum erindum annaðhvort til að ræða við þetta fólk sem þeir höfðu svona samband við eða af einhverjum félagslegum ástæðum. Sko, sem táningur þannig að þá var náttúrulega, maður var búinn á vaktinni klukkan 3. Stundum þá tók maður bara olíubílinn til Hvammstanga til að fara í búð, kaupa sér sígarettur eða eitthvað sem maður var ungur til að gera. Og við fórum, það var ansi oft því að við þekktum svo vel norðurleiða bílstjórana. Þegar við vorum búin á vaktinni klukkan 3, tókum við rútuna, hún kom svona 3:30, fórum í bíó í Reykjavík með rútunni aftur norður og vorum mættar á vaktina fyrir 3. Þetta var lagt á sig og þá var náttúrulega keyrt fyrir Hvalfjörð. Við rétt náðum 9 bíó. Það var að vera búin að ákveða fyrir saman hvert þetta stefna. Og vinnan að hún var í sjálfur sér fyrstir í byrjaðarni frá alverhend. Það var svo mikið að gera og veturnar stundum að þetta var alveg bara voru að bila línurnar og það voru hringingarleysi á línunum að þetta hangin á línunum og svo var verið að kalla út menn. Sigurjón á Hlaðhamri, hann var einn sem alltaf var að gera við línurnar. Já, Lára Steingrímur, svo fara þau aftur norður á Brú í Hrútafirði. Það var símstjóri þar að Steingrímur. Já, ég var aldrei neitt nema bara svona kom við þar. Já, það var alltaf margt manni þar. Það var það. Mikill gestagangur hjá þeim. Þetta hús, þessi bygging, hún var svo sérstök í sveitinni. Já. Hvað fannst þér svona það þegar þú? Mér fannst þetta bara vera heil höll þarna. Öll skeyti, símskeyti, þau voru þetta var sett á strimil og það var vél og það var einn púði fyrir langa, einn púði fyrir bil og einn púði fyrir stutta. Og svona voru skeytin send síðan var þessu rúllaði gegnum vél, þessum borða og slönguskrift ritsíminn í Reykjavík, það var skrifað skeytið út á slönguskrift þar. Svo náttúrulega var komið. En þið eftirsjá í þessu húsi ef það jafnvel? Alveg hreint svoleiðis, ég bara veit ekkert hvernig það er. Það því sko helmingi verra heldur en þegar að Fornahvammur fór og ennþá vantar Fornahvamm og ég veit ekki hvernig það yrði ef að Brú færi.